Já, komið sæl og velkomin í fræðsluhorn LSIG. Nú ég að fá hér í heimsókn minn ágætan mann sem heitir Sveinbjörn Guðjónsson sem að flytja inn alveg stórmerkileg efni og þar á meðal efni sem að heitir MTG, fjölþætt efni og ég búinn að heyra töluvert mikið þetta efni og til dæmis var ég með þetta efni í huganum eftir að við vorum í viðtal við Helga Sigurðsson dýralækni, ég og Fjölnir daginn. Og þá kom Helgi Sigurðsson inn á þetta svolítið og hefur verið að nota þetta svolítið í sambandi við bletti og svona hárlos í hestum og ég tala hann ekki múkk í hestum. Velkomin í þáttinn Sveinbjörn. Sælir minn, takk fyrir það. Og ég var nefnilega hugsaði þegar ég opnaði hérna tappana og svo fann ég svona lykt eins og í gamla daga þegar maður var að fara inn í verslun Ellingsen. Við það var verslunum? Já. Og svona hamplykt. Hamplykt eða tjöruhampur og svo svipað og lyktin á í gamla daga karbolínu þegar maður var að bera þetta á þegar hestar voru að naga tréverk og annað. Hvað svona getur þú sagt mér? Ég las þarna bæklingi frá þér og þetta fyrirtæki virðist að hafa verið stofnað 1938 löngu áður en ég fæddist. Já, já. Hvernig stendur á þessu? Það stutt síðan. Já, mjög stutt síðan. Hvað getur þú sagt mér svona þetta efni? Já, þetta hérna eitthvað sem var notað þá hjá mannfólki eða bara fólki til þess að auka hárvöxt. Okay. Svo þróast það bara yfir það og farið að nota í hestana og hefur verið mjög sterkt þar og er mjög virkt efni. Já. Það að segja fyrir hárvöxt og svona skinnvandamál. Já. Og þessi hérna í sambandi við það sem mér datt í hug í sambandi við hvernig virkar þetta efni til dæmis fyrir hestinu og hvað gerir þetta? Til dæmis ef þú tekir svona eitthvað fyrir sem að væri til dæmis í framhaldi af þess að við vorum að tala áðan í sambandi við bletti og jafnvel vöxt í faxi og tagli og öðru. Sko, við notum þetta á múkk, notum þetta á hnjúska og opin sár. Þetta er mjög græðandi þetta efni. Já. Í múkk, já. Setjum þetta í hársvörðin. Já. Til þess að auka hárvöxtun og það er gríðarlegu munur hvaða vex og þeir sem eru með stutt fax og tagl þú sér mikið mun á því og þetta er að vaxa alveg upp í 5-6 cm á mánuði. Já, ég sá þegar við góðar aðstæður. Já, ég sá nefnilega þetta í baklingunum þar sem var mælt fyrir og eftir og þetta var bara 5 cm á einu mánuði. Já. En ef maður berið til lóana verður maður ekki loðin lóð. Já, þá er ríkur. Þetta er alveg frábært maður en segð mér annað hérna í sambandi við er þetta efni frekar fljótvirkt? Það virkar strax, þú sér bara mun á einni viku og ef við setjum þetta yfir sár núna, ég sá þú varst með hérna áðan sem er með sár, það verður gaman að pröfa á honum og fylgjast með því. Já. Við setjum þetta beint á sár því að þetta er mjög græðandi. Já. Það er einhver súlföt í þessu eða súlfur sem að hérna hjálpa til og við hérna höfum notað þetta á hesta hjá okkur sem eru með sár og nag og það er strax bara eftir vikuna orðið gróið og komnir svona hárbroddar aftur. Það er náttúrulega frábært. Þannig að rosa virkt í því sko. Ég man eftir ég vorum að spjalla hans ég kom upp í hús og var að heimsækja þig þá varst að tala að í einstaka tilviku geti verið svona ofnæmisvirkni það er einn og einn hestur sem er með smá ofnæmi fyrir og varst að tala að þú var að bera á þetta í sambandi við múkk. Hvað gerir menn þá? Sko, að því efnið er svo virkt og þegar er komið múkkur þá er sýking og þá þarf maður að fara varlega og þá setjum við pínlítið bara á einn hóf. Já, til þess að pröfa. Pröfa bara. Já, og við sjáum það bara daginn eftir hvort það er einhver bólga eða eitthvað, en það er mjög sjaldgæft. Já. Og við setjum bara á, berum á bara þund og láta það bara standa. Einu sinni viku er mjög passlegt. Já, og svo hérna sem er þetta í hug í sambandi við múkið. Ég stundum verið að heyra menn sem eru að basla við múkið því að náttúrulega ef maður verið búin að finna lausn á múkinu 100% þá væri við nú ekki að spjalla hérna. Þá var maður örugglega á Dúbaí. Það er rétt. En það sem ég hef heyrt og þú komst aðeins inn á daginn að sumir sem að gera feil og fara að klippa hárið semst að það sem að í kverkinni, kjúkukverkinni, ertu ekki sammála með því að það sé slæmt? Já, það er mjög slæmt. Það er bara verið meiri erting og jafnvel snúast hárin við. Það er best að bera þetta bara á, bara lítið í einu fyrstu vikuna og lofaði að jafna sig. Og lofaði að þróa svo bara, sem sagt, og þá er það öruggt eins og þú sagðir áðan, ef það er ekki ofnæmisvirkni þá er þetta bara svaka fljótt að virka. Já, það er mjög sjaldgæft þetta ofnæmisvirkun, það er bara örsjaldan.
Sko það ég náttúrulega með hérna í húsinu hjá mér 7 hesta og þar með þessa meri hérna gráu. Hún hefur verið svolítið gjörn á það. Það alltaf hjá mér múkk á vissum árstíma, svona eftir 2 mánuði og eftir maður búin að vera með þetta í svona smá vinnslu. Og ég hlakka mikið til að nota þetta hann og aðra hvort þetta stoppar og það náttúrulega svaka gaman ef þetta myndi takast. Við höfum að pröfa það. Ekki spurning, það alveg á hreinu. Og svo það sem ég langaði líka að spyrja í sambandi við hérna framhald af því svona þegar þú ert eins og við varst að tala með fax og tagl og þetta ef þú berði þetta til dæmis í sambandi við að fá hárvöxt í svona krullutopp sem á svona að hestum ef þú tekur nú mynd hérna fjölnir á þessum hérna með svona stuttan ennistopp þá myndum við setja þetta skal ég segja þér hérna í hársvörðin. Þetta gerir ekkert í hárinu sjálfu. Nei, það eru bara hárseparnir sem við þurfum að örfa og þá best að setja það alveg onni í rótina, ekki í hárið því að það ekkert að gera það, hárið vex ekki þar sko. Það bara alveg onni í hársvörðin og bleita vel í þeim og aðeins að nutta þess inn og gæta vel að þetta fær ekki augu. Okay. Passa auguna, það svo viðkvæmt. Það það sem að þarf að varast. Já. Nú í sambandi þú búin að vera að nota þessi efni í sambandi við, til dæmis í sambandi við múkkið og í fax og tagl og annað, þarf að skóla þetta úr? Nei, þetta bara látið vera. Það þarf ekkert að gera þessu. Bara ef það kemur upp ofnæmi í hóf, þá myndum við skóla það bara með volgu vatnið og aðeins að busta það og láta það í sig. Og þar með bara málið dögt? Það búið ekkert að gera annars og þetta gott að hreyfa næst og fá smá blóðhreyfingu á svæðið en það ekki vandamál. Það frábært. En í sambandi við kláða, við notum þetta líka í sambandi við kláða, í stertin. Það oft að nutta sér og klæja og eru oft orðnir svona, hárlausir bara og óþolandi. Og þá setjum við þetta efst í stertin, í hársvörðin, hársepana og bara niður á enda. Akkurat. Og hérna, það bara undantekningarlaust að þeir hætta grein og það flýti fyrir hárvexti og hérna, það verður svo ofboðslega lifandi og mikið fax sem kemur og tagl. Í framhaldi af þessu datt mér í hug, ég hérna las grein í Eiðfax að ekki verið alls löngu og þar kemur fram í sambandi við hest sem að vara á ykkar vegu sem ég held að dóttir þín eigi sem kemur inn með töluvert sár og nudd eða nag akkurat á því svæði sem hnakkurinn á og þetta var bara ljótt sár og segðu mér hvernig það bjargast að nota efnið á það. Já, það var nú svolítið skemmtilega sko, það náttúrulega ekki gaman að taka hestana svona inn því að þeir hérna náttúrulega vont að leggja á það og annað og þetta var svona 4-5 cm hringur sem að nagaði báðu megin undir hérna hnakkbarðinu og það var bara flaggandi sár og við bárum á þetta bara strax kvöldið og sko í lokvikunar þá var sárið orðið gróið og komið sko svona millimeters stubbar 1-2 millimetrar stubbar þar sem sárið var. Góðan daginn á einni viku? Á einni viku, þannig að það var bara að virka rosalega vel því að það svo mikið græðandi í þessu líka og hérna þetta mál var miklu lengra, hann heitir Fríður þessi hestur og hérna síðan fór hann bara í notkun og brúkun og vorið fór hann bara út í haga svo var það fyrnast að við hann að sko, við tókum hann inn aftur á sama tíma árið seinna og þá var okkur litið á svæðið þá var það orðið sentimeters lengra heldur en hinhárin í kring það var svolítið skondið því að það var eins og busti sem stóð þann út úr þá hélt efnið áfram að virka þó sem hann væri búin að missa feldin sinn og komin inn aftur það var semst áfram virkni í efninu lengi á eftir þannig að það var svolítið fyndið en það var alltaf ekkert mál að trimma það til. En svona með dettur í hug svona með þá menn með svona frekar þunnt hár Já, það mætti nú setja í það lengur. Ég held að sé ekkert að koma skalli en ef þetta eru borðið með það bara ennum faxbrúðari, eða ekki? Jú, ég hugsa það. Og alveg tvískipt og flott. Já, en þetta er nú ekki ætlaði fólk, þó hafi nú verið það upphaflega, sko. Já. En það eru margir sem nota þetta en ég ekkert að mæla með því. Hvernig hérna svona í framhaldi af þessu, hvernig dettur það inn hjá þér að þú ert farin að vera með þessi efni í sölu hér og það eitt sem mér hefur svolítið vantað svona almennt út á við að ég verið aðeins að nefna þetta við fólk og hvar í dag hægt að kaupa þetta? Þetta í einhver hestafvöruverslun og hvar þetta hægt að fá þetta undra efni? Og þetta eru margar búðir sem eru konar með í sölu og það sést best inn á hestafvörur.is, þar eru sölu aðalennir. Já, það er vefurinn? Það er vefurinn, já. Hestafvörur.is og svo í bílabúðin H. Jónsson, þar reyndar ég að þessu, bæði í heildsölu og svo náttúrulega
í smásölu það líka. En í hestavöruverslunum? Já. Þegar ég heyrði þessi efni þá sagði ég bara þennan mann var ég að fá að tala við. Það búið að vera svona neikvæðni í hestamennsku, nú komin svona jákvæðni í þetta. Já, það svo gaman þegar að búið það svo mikið til efnum frá þessu fyrirtæki sem gerir hestana lífandi, fallega og þeim á að líða vel. Ekki með klepra eða svona, við bara hugsa vel hestana, þetta bara liðurinn í því að þeim líði vel. Svona hefur gefið okkur aðeins svona í restina, svona efnin almennt svona, við settum hérna að vísu í einn hest hérna áðan sem með svona flóka í tagli. Nú þetta búið að vera á í eitthvað kortið 20 mínútur og það verið gaman að svona greið úr því og eftir og lofa fólki að sjá hvernig virknin En svona hefur gefið okkur svona aðeins í restina svona eitthvað smá nasasjón að því hvernig hinn efnin eru og hvað í gangi og eitthvað fleiri sem þú ert að bæta við. Já, við erum með þarna olíu Þó þetta sé aðalefnið í dag. Við erum olíu sem við notum á feld, mjög mikið á sumrin og þegar þeir eru í toppformi að fara að keppa þá er gæðan að setja í hendurnar og strokið yfir sem gefur svona skugga og þegar hestar eru konur úr hárónum og svona þá kasta fram svona skugga og hún sýnir vöðvana, hvað eru stæltir og það er ennþá flottar að sjá það. Það sé bara þegar Fjölnir var á kafi þessu? Já, þegar maður að pósa og gera. En síðan notum við hérna þessa olíu líka til þess að greiða úr flókum. Það er góð lykt af henni og flókarnir renna úr. Já. Svo svona eins og þú, ég sé með marga gráa hesta hérna. Þá erum við með hérna efni sem heitir hérna Easy Off og þá spreyjum við því á bletti, þar sem er skítabletti og nuttum við vel inn í og látum hann bara þorna. Svo það bara bustað úr, þá hrynur það út. Þetta er svona efni sem kristallast og þornar og hrynur úr. Síðan er hérna skal ég segja Magic Sheen. Það er svona sílikonefni, þannig að þegar þú ert búin að þvo hestiðinn, þá spreyjar þið á feldin á honum, allstaðar. Hvaðan fyrir keppni? Þegar maður er búin að því skilu? Já. Þá spreyjar þið allstaðar á feldin og hann verður svona dúnmjúkur eins og kanina. Rosalega mjúkur, þú getur sett allstaðar nema það sem hnaksætið er. Já, upp á maður sé bara með hnakkinu rétt á stað. Þú ert ekki vanur að þetta bækið, þú byrja þegar það er komið. Og myndir rúlla af. Já, myndir rúlla af. En það gefur svona mikið líf og skíturinn tollir ekki á, ekki rigning og neitt, það bara lekur á hann og drullan. Þetta er rosalega mikið atriði og þá verður hann ekki skítur, það tollir ekkert í honum sko. Nei, en það sem við móttum vera að berjast við sérstaklega við sem gráuhestana, þetta gula. Það er erfitt, en það hjálpar gríðarlega mikið. En ég sá þarna í baklingunum, þú ert að koma með nýtt efni núna á næstunni, það sem er hægt að spreyja mismunandi liti hestum, brúna, gráa, rauða, sem að gefur svona skærari lit. Er það ekki rétt hjá mér? Það er sjampó sem styrkir litin í hestunum, það er að lita sjampó. Þar erum við rautt og við erum með hvítt og ýmsa liti til þess að styrkja litina. Og þá verður hann svona sterkari. Hvað myndur þú mæla með ég setti hárið á mér? Já, það er svolítið gult annað líka sko. Ég veit ekki, ég held við látum þetta bara frá hestana. Svona smá greisbrey. Það verður svo gaman núna á eftir sem að fá að sjá þegar ég greið úr taglinum á þessum gráa hérna sem við settum í á hann. Því þetta er oft mikið vinna að greiða úr að vera slæmið flókar. En oljan, hún er ótrúleg hvað hún verður rennandi. Svo þessi bæklingur hérna frá þér, hann sést inn á, það er búið að þýða hann að mörgu leiti hérna inn á hestavörur.is. Alltaf íslensku. Og það er að fá allar upplýsingar þessi efni það. Já. Nú förum við í að greiða úr þeim gráa. Er það ekki? Þetta er búið að vera frábært. Flottur. Já, Sveinbjörn, nú er hesturinn kominn, við settum að díjan fyrir svona 10 korter eða hvað það var. Og nú er oljan ógulega sem tekur flóka. Gaman að sjá hvernig þetta þróast. Við varum með góðan flóka hérna inn í þessi áðan hérna. Alveg. Þetta rennur alveg í gegn. Þetta er mikið, hann er með þykkt og mikið. Takk þessi hérna hann. Það rennur úr honum alveg, það er bara alveg. Ég sé það. Og það er náttúrulega langbest að það ekki vera búin að láta þetta liggja í smá tíma áður maður þegar að anskota því að þegar yfirleitt ef maður er með taglinn þurr, það hætir svo mikið að það bara rennur þetta í gegn áður þess að hárin fari. Þetta er frábært. Á venjulegu hesti hefur þetta verið fullt sko. Alveg fullt, ég veit það. Þetta er sára lítið sem er komið hérna. Þessi hestur var að koma inn og hefur ekki verið allt við lengi sko. Nei, þessi var bara að koma í hús. Þetta er frábært.
Þá mér að prófa að fara með hennan bleika núna í þetta. Bleika? Já, og svona, sérðu, þetta nú bara alveg magna, maður. Nú alveg rullar þetta bara í gegn. Ha? Já, það ekkert að slíta mikið hárum. Það bara ekkert. Og hérna vöndulli sem var hérna í miðun, hann bara farinn. Hann farinn. Góðan daginn. Ég náði svo vel til hans hérna áðan. Og það samú ekkert að hárum. Ég vil þegar maður með þetta þurft að þá bara tæti þetta af. Þá maður bara með taglið í höndunum. Svo er svo auðvelt sko þegar búið að sitja þetta í einu sinni. Já. Að þá þetta fyrstanlega ekki að koma hrókar aftur. Akkurat. Og helst svo vel bara meira minn allan veturinn. Þannig að maður svo lítið að setja þetta aftur. Það var rétt fyrst sko. Já. Þetta bara undirefni. Það ekki flóknar það. Svo þetta flott að klippa hérna með neðst áður sko. Opna hárinn. Tægirna svona aðeins að leyfa þessu svona anda svolítið sko. Þetta flott. Glæsilegt. Sjáðu. Opið og lifandi. Alveg, bingo. Það væri verra að það væri betra. Það ekki. En svo langar mér líka að setja hérna, ég séu með sár hérna á einum. Já. Það er gaman að setja það ekki. Ok. Og bara rétt að smelli hann. Já, þetta sína svona einhverju smá... Já, og eins hefði ég viljað setja hérna í stertin á honum. Hérna efst í stertin, hvernig ég nota MTG-ið þar sko. Ok. Af því við viljum sko ekki hann fara að klóra sér og hann hefur eitthvað verið að gera hér því að hann mjög stuttur hérna efst sko. Já. Þannig að við skulum aðeins setja hann MTG. Ok. Og það þarf að hrista vel vegna þess að það sess svo í því. Það er sulfúr í þessu hérna. Og það sest til, þannig að við hristum nánast eftir við hverja notkun sko. Það er alveg með hitt efni líka, ég sá það að... Hitt efni... Já, þetta er það með til mjög. Og nú er þetta að blandast hérna og það er svona fallega gult. Þetta er með góðu lyktinni. Þetta er með góðu lyktinni. Og sko hér er þetta efni ekkert að gera, ég ætla að koma hérna hinum með þig. Þetta efni er ekkert að gera í hárunni hér. Nei. Þannig að við þurfum að fara hérna. Í rótina. Í rótina. Kjörkæðin, já. Varst það að leysa hann Eli? Það var eitthvað vesinn á mér. Sko, setjum hérna bara í rótina alveg innst og nuttum því bara hér inni. Já. Og svo tökum við bara hérna lengra þannig að hann fáið bara allstaðar á sefnið og bara ruttaði í hársvörðin, hársepan, það er hársepanir sem við erum að örfa. Svo förum við bara hérna niðar aðeins, tökum aðeins niðra. Eftir taglrótinni. Og nutta þessu bara inn að skinni. Og þetta eykur hárvöxtinn og lengir taglið. Já. Og varnar við nutti. Já, og svo er eitt líka að þetta drepur alla sveppi. Já, sem kallaði fungus. Ok. Þetta er stórmerkilegt maður. Og það er ekkert mikið sem fer að þessu efni og það er það mikil olía í því líka sko. Og hún er að endast bara lengi sko. Svona höldum við bara áfram alveg niður. Ef þú væri með hætti í svona meðferð, hvað myndur þú gera þetta oft ef þetta væri frekar stutt tagl? Hvað oft? Ég myndi setja þetta einu sinni til 2 í viku. Já, ok. Í hvað langa tíma? Og þá bara lítið, bara eins og þér finnst. Já, ok. Já, þetta er ekki tækt að þetta efna en einu leiti. En hérna skal ég segja þér einu sinni til 2 viku, mjög gott. Já. Bara í einhvern x tíma bara? Já. Við gerum þetta reyndar allan veturinn. Þá erum við að fikta í hestunum og hérna bara það sem okkur finnst að vanda. Já, akkurat. Ef við ekki taka það rauða með blettin? Jó. Það er blettur á þessum sem er svona þyrft að auka hárvöxtin í. Já. Og þá gerum við hvað? Hann er rosa þurr hérna, hann er ekki komið sár hérna sko. Nei. En bæði til að láta þetta gróa sem fyrst, það er smá hérna, svona þurrblettur og þeir hafa verið að nagast eitthvað hérna sko. Og ég setti saman hérna tút, þessi graður af vísu og annan með honum. Já. Og hann fór strax að býta svona í hnúturnar og þá sagði ég sjálf að þetta verið fínt þegar að Sveinbjörn kemur að fá svona... Já. Það verður gaman að fylgjast með þessu, hvernig þetta gengur. Þú sér að ég er ekkert að setja neitt mikið. Nei. Ég bara nutta þessu hérna vel inn í skinnið. Alveg vel inn í húðina þig? Já, það er ekkert annað sko. Og rétt fyrir ofan því að olían sígur alltaf niður sko. Það er skil, það er bara lögumál. Ég ætla ekki að setja meira á núna. Þetta er flott. Láta þetta bara döga. Já. Svo, sko, þú að fá þess að lyfta upp hérna hófunum. Já.
og hérna skoða. Og nú ætlum við að skoða þetta í sambandi ef að hesturinn væri með múkk. Já, ef að hreinsa úr honum fyrst. Þetta er náttúrulega græður og ótanir. Þessi er bara fallegur, er það ekki? Nei, mjög. Mjög fallegur hérna. Já. Ok, nú erum við komið hestirna sem er í fínu lagi, annars hefðu við bara smurt þetta hérna inn í. Ef það væri múkk. Ef það væri múkk. Já. Þá myndum við bara nutta því vel hérna inn í. Aha. Einn hóf og ekkert rosalega mikið. Skoða það daginn eftir og sjá hvort það er einhverja bólgur í þessu. Einmitt. Eða hann er, þú sér það strax á honum hvernig hann hafa sér. Síðan hestur sem er í góðu lagi. Þá myndum við alveg setja hérna í hófskeggið og auka það eru svo fallegir oft þegar við erum í hófskegg sko. Og það er eitt punkturinn. Þetta er bara frábært. Þessi líka vel út. Þetta er flott. Það er kallið. Já, þetta var alveg frábært að fá það hérna og nú er ég búinn að fá allar þessar grunnu upplýsingar sem að mér vantaði og ég veit að þetta á eftir að hitta í mark og vonandi að fáir, sem flesti fá að njóta góðs af. Já, það er flott að minn, bara verið að því. Takk fyrir. Eins og þú sagði Sveinbjörn að tengja hesti með inn í þetta. Það er ekki bara við að gaspra. Þetta er ekki neitt sem er að koma hérna úr hérna. Þetta er ekki neitt. Og svo þetta við aftur og alltaf finnist það í hvers kvæst. Það var til í Ameríkanu, þetta er Matsik. Ég man að þetta var ógeðslega pínu lítið ljóð. Þá á þetta finnust. Já. Skoðum sjá. Já, nú ætla ég að sýna þér hérna gamli. Segðu mér eitt hérna Sveinbjörn í sambandi, nú er ég austur í Grafningi, það er svaka mikið mipill þar. Maður er í vandræðum þegar það fer hérna flugan inn í eyrun og hérna undir og annað. Hefur þetta áhrif á það? Já, við hérna erum með hestar okkar hérna bara rétt við Reykjavík og það rennur á þar. Jú. Sumir hestarnir hjá okkur er alveg sko, þeir eru blóðu í eyrunum. Akkurat. Svo er aðrir með ekki neitt og þá set ég bara rétt í fingurinn á mér, fyrir inni og set bara vel inni, þannig að það er ekki rennandi inn í eyrað á því. Nei. Heldur bara bleiti hérna inni. Hárin vel. Hárin og hársvörðin. Já. Hársveipana hérna og þá það bara á nokkrum dögum er það orðið gróið og flugan fer ekki í það. Hún forðast lyktina þessu. Hún forðast lyktina? Já. Góðan dag. Eins og hún er nú góð. Ég hef verið að nota náttúrulega ákveðin efni í þetta sko og þegar þetta er komið, þetta er náttúrulega miklu stærri hlutvöllum, þá er það miklu hendugra. En þú þarft bara svo lítið, þú þarft bara rétt í hendina á þér hérna. Hérna. Og þú bara rétt stríkur, ég er til dæmis núna, þetta er bara nóg hérna sem ég er búin að gera hér, ég bara nutta þess aðeins inn í, það þarf ekki meir. Þú ert með girðingu hérna við Hólmshafna, það ekki? Já, það er náttúrulega tölur fluga og ég er með svaka mikla flugaustur í Grafningi, þetta er frábært. Já, þetta er bara búið. Gaman að vita þetta maður, þetta er frábært. Ein lausnin í viðbót, ekki vandamálið.